Í þessu myndbandi ætlum við að finna út hvernig við reiknum staðalfrávik með tíðnitöflum. Og við erum hér með tíðnitöflu sem við bjuggum til í myndbandi áður, þar sem við reiknum meðalfrávik. Og hér erum við með tíðnitöflu sem sýnir hamingju nemenda, sem að svöruðu hvað þau voru hamingjusamir á bilinu 1 til 10. Þannig að það eru 14 sem sögðust við erum með 10 í hamingju og 18 sem sögðust við erum með 8 og svo framvegis. Við erum búin að reikna út meðaltal sem er 7,71. Þannig að núna þurfum við að reikna út fervikið, og fervikið þá þurfum við að reikna hvað frávik allra eru frá meðaltalinu og setja það í annað veldið. Það er sá sem er með einkunnuna 2 eða hamingjuna 2, að hann er þá 5,71 frá meðaltalinu fyrir neðan. En að því að við fáum tölur í plús og mínus þegar við draugum meðaltalið frá gildunum, þá ætlum við að setja útkomunar í annað veldið til þess að fá allar tölur í plús. Þannig að við gerum hérna þessa tölur hérna mínus meðaltalið og íti hérna á allt 2 eða Ctrl 2 eða við erum með marka til að fá annað veldið. Þá fáum við frávik hérna í öðru veldið. Og að því við smeltum á reytina þá getum við dregið hér niður því þetta á ferningin og fáum þá öll frávikin í öðru veldi. Og að því að þessi frávik, þessi gildi hafa all mismunandi tíðni, þá þurfum við að margfalda fráviki með tíðni, fráviki öðru með tíðni. Núna því við erum búin að reikna fráviki öðru, þá bara ger ég saman sem þessi tala hérna, sinnum tíðnin og dreg það niður. Þetta eru öll frávikin í öðru veldi og við leggjum þau saman með því að smella hann reit. Fáum hér út 288,3. Ef við deilum þessu með fjöldanum þá fáum við út fervikið. Þannig ég ætla að kalla hérna bara fervik 1. Það er sama sem G11 sem er reitur G11 og er komin hér inn. Deilt með E11 og fáum hérna út 3,65. Staðalfrávik, ég ætla bara að skammstaða staðalfrávik. Svona er þá ferningsrótin að fervikinu. SQRT fervik 1. Staðalfrávikið á þessum tölum er 1,91. Önnur leið til að reikna þetta er að setja gildið bara í annað veldið. Við skulum líka bara margfalda það þá beint með tíðninni, en það er sama sem þessi tala í öðru veldi, sinnum tíðnin, drögum það niður, leggjum saman. Þá deilum við núna þessu með fjöldanum aftur á 11 deilt með E11 og drögum núna frá meðaltali í öðru veldi. Sjáum að við fáum nákvæmlega sömu tölu út. Þetta er önnur leið til að gera nákvæmlega það sama og áður. Nú, hamingju tölurnar sem við vorum með, all hrágögnin eru hérna í hrúgu, allar 79 tölurnar eru hér, við séum hérna niður. Áður vorum við búin að búa til lista með þeim tölum sem heitir hérna hamingja og GeoGebra bara getur reiknað út staðalfrávik beint með skipuninni, staðalfrávik skipuninni. Við kallum þetta bara staðalfrávik 2. Sama sem staðalfrávik og listi óflokkara gagna er þá hamingjulistin. Það er óflokkuð gögn. Sjáum við fáum nákvæmlega sama út.